Það er mikið, það er 4-0 tap niðurstaðan. Hver er bara svona þín sýn á leiknum? Mjög furðulegur leikur að mínum mati. Við erum miklu betri fyrstu 25 mínúturnar og finnst bara eiginlega tímaspilum okkur að við erum að skora fyrsta markið. Svo er hornspyrna sem að Þróttur á sem er eiginlega eina þeirra fyrstu sólum í leiknum og dómarinn dæmir vítaspyrnu. Ef hann ákveður að dæma vítaspyrnu þannig þá fara hann að dæma vítaspyrnu í einhverju einustu horni því að það er menn takast á og þannig bara finnst mér að hann færa þeim vítaspyrnu á silfurfati og eftir það bregðust ekki nógu vel við og þeir ganga á lagið og ganga svona þannig sér frá þessu leik í fyrri hálfleik en ég ánægði með trúnaði strákunum, við héldum áfram tímann og mér fannst með síðustu 20 mínúturnar og leikur svona búinn að því hlutum til en mér finnst bara ánægði með að menn héldu áfram og mér fannst við vera sterkari það og skorum frábært mark, stöðst ekki minna að skora frábært mark og mér fannst við vera ofan á þar þannig að ég var svona ánægði með svarið þar að menn héldu þannig áfram allan tímann og höfðu trú og það er sem stendur fyrir þannig að ég tek það út úr þessu og ég tek fyrstu 25 mínúturnar og síðustu 20 mínúturnar út úr þessu en þar á milli voru ekki nokkuð. Svona lenti 2-0 undir og síðan kemur rauðarspjaldið fljótlega eftir það. Finnst þú svona vont verður verra svolítið þar? Já, ég meina rauðarspjaldið bara ofni, við mátum að gera betur það bara undan og Andi er að reyna að fara frá og hann svona fer eitthvað aðeins í hann og bara þá verður hann að gefa hann rauðarspjald þannig að ég sem skil það alveg en eins og segi, þetta vítaspyrnudómur, það er ekkert í honum og það er svona svolítið líka gefur þeim búst, það er komin alltaf í 1-0 yfir í hörkuleik, Þróttur með frábært lið, þannig að auðvitað gengur þeirra á lagi, fengu vítaspyrnu silfurfati og nýttu sér það og mér finnst það kannski, pirrandi í þessu að þessi vítaspyrnudómur, hann mjög ódýr og hreinlega ósækjur. Það fara síðan í að 3-0 undir og manni fari inn í hálfleikinn, hvað gastu sagt svona í hálfleik til að reyna að fá menn til að fara bara þetta aftur? Já, bara endurskipulegu og halda áfram og hafa trú að sem að gera og mér finnst að gera það. Mér finnst við, eins og ég, bara flottar sóknin sinni hálfleik skorum, frábært mark og bara, spila seinni hálfleikinn svo sem alveg ágætlega sérstaklega með þessu manni færri en eins og ég, fyrstu 20 mínúturnar var frábærar hjá okkur og það kannski býtur okkur aðeins í rassinn hafa ekki skorað fyrstu 20 mínúturnar því að við vorum bara að banka hressilega og hefðum þurft að nýta stöðuna sem við fá til að skapa stöðafæri og skora mörk. Svona, nú tekur Vesturmann ekki við, hvað svona, erum dottnir í annarsæti, hvernig fóru bara framhaldið við? Bara 7 úrslitaleikir framhaldið okkur og eftir Vesturmann ekki, við vissum það, þannig að við erum sem ekkert að horfa á töfluna, bara snýstum að samla stigum áfram og sjá hvert það leiðir okkur í september og næsta leikur á móti Grindavík föstudaginn í næstu viku á Malbiksstöðinum. Við þurfum að fá fullt fólki á völlinn þar og mæta grimmari í tegnum þar en við vorum í dag. Ég held að það hefur verið kannski að skorti mest í okkur og grimmari í tegnum sóknarlega og boltar mikið í teig og skoppandi í marktegnum og annað. Við þurfum einhvern veginn að breyta þeim stöðum í fleiri mörk og við munum gera það þannig að á móti Grindavík það sé engin spurning. Undirbúum okkur vel og æfum vel fyrir þann leik og verðum klárir á föstudaginn á móti Grindavík. Það snýst bara næsta leik í þessu og við erum búin að vinna 5 leiki í röð í deildinni fram að þessu leik og þetta er bara 1 leikur. Þannig að ég búin að vera góður rönni, unnum líka í bikarnum síðustu viku, og 6 leikir í röð, sigurleikir í röð og mér finnst við opnaðan leik að segja frábærlega þannig að bikarleikurinn getur ekki sett að hanna við eitthvað fólk á hausnum okkur. Mér finnst það byrjarleikin frábærlega en svo náttúrulega bara kemur vítaspyrnudómur og kjálfur í ganga þeirra lagið og bara, það er bara fótbolti skilju. Hann er breddinn og brauðóttis eða eitthvað og við fengum að kynnast í þetta. Þannig eitthvað er kannski kærkomufrí framöndan? Já, bara, nei, ég myndi vel spila morgun helst sko. Bara, maður pirrar svona leik, tapleiki alltaf og sérstaklega svona leik. Ég var til að spila bara í hádeginu á morgun en ég hugsa mótastjóri KSÍ leyfir því ekki að gerast og það sé að fara ímsa leiki. Það sé ekki að þetta fara næsta leik okkur þangað. Takk fyrir.